Glósur úr Sport Psychology for Dummies. Þetta eru kafla 3. Þetta eru bara glósur frá mér, þannig að þetta er pínu skrítið orðalega oft. En 3. kafli, markmiðssetning að miða hátt og hitta nautið á milli augnanna á blaðsíðu 29. Markmiðssetning er í raun að gera drauminn að veruleika. Flestir setja sér ekki góð markmið. Markmiðssetning og áhugahvöt, 2 baunir í sama potti. Áhugahvöt er eldsneyti sem fær markmið þín til að verða að veruleika. Ef markmið þín vekja ekki upp áhugahvöt þína og innblástur, þá nærðu þeim ekki. Og ef þú hefur ekki markmið, þá færðu ekki áhugahvöt til að bæta þig. Ef markmið þín halda fyrir þér vöku af spenningi, þá hefurðu sterk áhugahvöt. Samanburð við að aka bíl, það er markmið til að vita hvert þú stefnir, en þú verður að halda því opnu hvernig þú ætlar að ná markmiðunum vegna ýmissa aðstæðna. Þeir sem finna ekki lengur gleði, hafa oft ekki markmið eða hafa mist fókus á markmiðið og þá minnkar áhugahvötin. Að setja áhrifarík markmið. Hvert viltu fara í þinni íþrótt? Hvernig mun það líta út þegar þú nærð þessu íþróttasigri? Munurinn á markmiðum og forgangsatriðum. Forgangsatriði eru einfaldlega þau markmið sem skipta mestu máli fyrir velgengni þína. Þau markmið sem þú telur mikilvægust ákvarða hversu mikil velgengni laðast að þér. Að setja markmið. Markmið skiptast í langtímamarkmið, millimarkmið, skammtímamarkmið og nútíðamarkmið eða dagsdagleg markmið. Hvert markmið ætti að byggja á því næsta? Byrjaðu á að setja því lokamarkmiðið. Fáðu ráð hjá mismunandi fólki til að setja mismunandi markmið. Eins og sést á blaðsíðu 31. Langtímamarkmið. Yfirleitt sett til 1–3 ára. Ekki hafa of mikinn tíma, þá ertu líklegri til að missa fókus. Dæmi markmið eru á blaðsíðu 32. Mundu að hafa háleita drauma og háleitin markmið. Ekki takmarka sjálfa þig, en ekki vera langt frá raunveruleikunum heldur. Og margir setja sér takmarkanir áður en þeir setja sér markmið. Millimarkmið. Millimarkmið ætti að vera framkvæmdamarkmið, það er að segja hvernig þú ætlar að skipuleggja eða framkvæma hlutina. Niðurstöðumarkmið eru hvaða niðurstöðu eða útkomu þú vilt fá fram eða ná. Framkvæmdamarkmið eru hvernig þú ætlar að ná markmiðunum. Settu þér cirka 3 millimarkmið sem þú ætlar að ná á næstu 6 mánuðum. Yfirleitt hefur þú ekki stjórn á niðurstöðunum, en framkvæmdamarkmið eru alfarið undir þinni stjórn og auka líkur að þú náir þeirri niðurstöðu sem þú vilt, en það er í raun og veru aukaafurinn af því að ná framkvæmdamarkmiðinu. Dæmi millimarkmið eru á blaðsíðu 32. Framkvæmdamarkmið, hvað þú þarft að gera, þú hefur stjórn á hvort þú gerir það eða ekki. Niðurstöðumarkmið, þú hefur ekki stjórn á útkomu, til dæmis íþróttaviðburði og fleira. Það segir bara hver útkomun á að vera en segir þér ekkert það hvað þú átt að gera til að ná þessari útkomu. Skammtímamarkmið. Skammtímamarkmið eru sett til 1–6 mánaða fram í tíman. Skammtímamarkmið eiga að leiða beint að millimarkmiðinu. Þú þarft að hafa skammtímamarkmiði til að ná millimarkmiðinu, til dæmis hvað þarft að gera til þess að geta náð millimarkmiðunum. Dæmi þetta er á blaðsíðu 33. Dagsdagleg markmið eða nútíðarmarkmið. Nútíðarmarkmið er það sem þú vilt ná strax í dag. Nútíðarmarkmiðin eiga að leiða þig í átt að skammtímamarkmiðunum. Dæmi þetta er á blaðsíðu 33. Að gera markmið sértæk. Smart-markmiðin, það er sértæk, mælanleg, fáanleg, raunhæf og tímabundin. Þeir mun nákvæmur sem markmið þín eru, þeir mun líklegri er að þú náir þeim. Nákvæm og sértæk markmið búa til betri fókus á leið þinni. Dæmi sértæk og ósértæk markmið.
Það eru örugglega að finna inn í bókinni. Hérna blaðsíða 33. Sértæk markmið eru betri því þau auka áhugahvöt og fókus. Þú veist nákvæmlega hvert þú stefnir, þú veist af hverju þú sækist og heilinn á auðveldara með að halda sig við það. Markmið verða að vera áskoranir. Markmið eiga að toga þig út úr þægindarhingnum en ekki of langt því þú átt að geta teygt þig eftir þeim. Markmiðin verða að vera fáanleg, það verður að vera hægt að ná þeim. Ekki setja óraunsæ markmið. Ef þú setur óraunsæ markmið þá endar þú á því að líða illa yfir að ná aldrei markmiðin þínum og missir að lokum áhugahvötina. Kannski ertu orðin miklu betri en sér það ekki því að fókusin er á því að þú náður ekki markmiðin þínum. Oft leika lið betur á móti erfiðum aðstæðingum. Ef markmið eru of auðveld þá farðu leið á þeim og missir áhugahvöt og bætir þig ekki. Þér líður kannski verið í smástund en svo tilfinning varir ekki lengi. Að setja tímatakmörk fyrir markmið. Þú þarft að setja tímatakmörk fyrir hvert markmið. Það er líklega að ná markmiði ef þau eru tímatakmörkuð því það hjálpar þér að halda fókus á markmið þínu svo þau vera raunveruleg. Að setja góð markmið með tímaramma er eitt af því sem skilur afburðaíþróttafólk frá öðrum. Skrifaðu tímatakmarkið inn í dagatal og kíktu ofta á það. Þú þarft að hafa tímatakmarkið í huga á hverjum degi. Skrifaðu það niður og hafðu það þar sem allir sjá. Að halda bókhald árangur þinn til að ná markmiðum. Skrifaðu niður hvenær þú nærð markmiðum þínum, þá farðu góða hugmyndum hvaða strategíur virkuðu vel og hvað virkaði ekki eins vel. Þú verður að taka sjálf ábyrgð á markmiðum þínum og mæla árangur þinn. Það er allt í góðu að aðlaga, breyta og lagfæra markmið en þú verður að hafa ástæðu. Þú verður að fylgjast með hvernig þið gengur að nálgast markmið. Ef þú ert stopp þá þarftu að skoða hvort þú ættir að breyta nálgun. Að taka sjálf ábyrgð. Þú verður alltaf að taka sjálf ábyrgð á eigin markmiðum, ekki detti að kenna öðrum Besta afreksíþróttafólki tekur sjálft ábyrgð á markmiðum sínum, þjálfun og niðurstöðu. Þú þarft líka að taka ábyrgð á því og ræða og segja öðrum frá markmiðum þínum. Búðu stuðningsnet í kringum þig sem þú getur rætt markmið þín við. Að búa til gott stuðningskerfi. Gott stuðningskerfi er gulls virði. Gott stuðningskerfi þá er tryggir ábyrgð, heldur egóinu í skorðum, umkringir þið vinum og stuðningi þegar þið gengur illa, vitið þið aðgengi að fjölbreyttum hóp og margvíslegum röddum. Stuðningskerfi hjálpa þér að ná markmiðunum. Stuðningshópur ætti að vera fjölbreyttur hópur af ca. 4 til 5 manns, ekki hafa of einsleitan hóp. Og mundu, enginn nær markmiðum sínum framúrskarandi árangur alveg einn. Að finna leið til að mæla markmið þín. Markmið þurfa að vera mælanleg. Fyrir hvert markmið sem þú setur þarft að finna aðferð til að mæla það. Þú þarft að geta svara já, nei hvort þú hefur náð markmiðum þínum. Þegar þú mælir árangur, þá farðu að sjá og finna árangur þinn. Ef það er óljós hvort þú hefur náð markmiðum þínum, þá getur þú ekki verið alveg viss árangur. Þegar þú mælir árangur þinn, þá verður þú hæfari að ná markmiðum þínum á árangsríkan hátt eða geta hæfilegar aðlaganir. Mundu, ekki takmarka eitthvað samt við markmið sem eru auðvelt að mæla. Þú getur sagt hugræn markmið sem erfitt er að mæla og búið til kvarða sjálf til að mæla það. Algengustu mistök í markmiðssetningu. Að setja of mörg markmið. Öll markmið geta verið skynsamleg og vakið áhugahvöt en of mörg markmið á sama tíma rugla heilan og orkan fer í of margar áttir. Forgangsraðaði markmiðunum og einbeiti þeirra einu í einu. Að setja ekki framkvæmdar eða ferilsmarkmið eru algeng mistök. Það getur verið gaman að setja niðurstöðumarkmið og þau hitta okkur í hjartastað, en það eru áskorun að hugsa ferlið. Hvernig gerum við þetta markmið að raunveruleika? Mörgum finnst það sér vera erfitt að setja framkvæmdamarkmið. Fókusin verður það að vera á framkvæmdamarkmiðinu. Markmið sem gleymast. Stundum er
mikið vinna lögð í markmið sem fá svo bara gleymast. Markmið verða að vera lifandi, þá þarf að kíkja á markmiðin að minnstakosti einu sinni í viku, skoða þau og kannski aðlaga þau. Alltaf skrifa niður markmið og hafa sýnileg. Það fókusa of mikið á egoið en ekki nóg á hæfileikana. Markmið sem snúa hæfni eða hæfileikum snúast að bæta sig, stöðuga framfarir og þú bætir þig. Þó það þýðir ekki alltaf að þú hafir unnið keppni. Stundum nærð þú markmið þínu en vinnur ekki keppnina því andstæðingurinn bætti sig líka. Þá verður þú að fá tækifæri til að gleðjast yfir að hafa náð markmið þínu og hafa bætt þig. Að gefa þér tækifæri til að aðlaga markmið þín. Hugsaðu markmið þín sem lifandi. Stundum þarftu að breyta þeim eða aðlaga, til dæmis ef þú nærð þeim snemma, slasast, fjölskylda, forgangsröðin breytist til langar í eitthvað annað og fleira. Íþróttahetjur aðlaga markmið sín og biðjast ekki afsökunar á því. Afreks íþróttafólk gerir sér grein fyrir því að það sé ekki fullkomið og þau gerir sér grein fyrir að lífið er óútreiknanlegt. Þó þú breytir markmiðin þínum þýðir það ekki að þú sér tapari. Þú hefur bara breytt ferlinu eða tímatakmarkinu aðeins. Þó það getur verið pirrandi að breyta markmiði þá er það eðlilegur hlutur velgengni bæði í íþróttum og í lífinu sjálfu.